Ok. Fyrir Íslandsmótið á hausti þá þarf hvert lið sem skráð að búa til netfang sem verður sem sagt tengt dómaraðgangi eða umsjónaraðgangi fyrir hvert lið. Og þetta þannig að krakkarnir, leikmennirnir geta notað League Manager appið til þess að skrá inn úrslitin beint á netið. Þannig að við erum að reyna að losna við þessi blöð eða allavega þessi ekki bara á blaði heldur að þau geti sett inn stigin strax á netið. Til þess að stofna dómaraðgang þá þarf að vera eitthvað netfang á bakvið það. Og fyrsta plan var að ég ætlaði bara að búa til öll netföngin fyrir alla og ég var búin að búa til þetta flott 3 netföng. En sá kom í ljós að ég má ekki gera fleiri. Talvan hélt ég væri orðin robot þannig að ég þarf að biðja hvert lið að búa til sín eigin netföng. Til þess að myndi ekki sín ruglingur þá er ég búin að búa til mjög nákvæmar leiðbeiningar hvaða netfangið á að vera, hvaða lykilorðið á að vera, hvað nafnið á reikningunum að vera og svo ætla ég að taka ykkur aðeins inn í hvernig það tengist svo League Manager, mótakerfi yngri flokka. Þannig hérna með dæmi úr U14 kvenna A-deild og við ætlum að taka sem dæmi hérna Sindra A. Kannski náum við að setja þann reikning upp saman. Til þess að stofna netfangið þá þurfum við að opna Gmail. Og það eiga nú kannski flestir eitthvað Gmail aðgang en við ætlum að use another account, búa til nýjan aðgang og stofna nýjan aðgang hérna, create account. Við segjum for personal use eða til einkanota, þá þarf ekki að borga neitt. Og í first name eða eiginnafn þá er sett liðið hérna, nafn á Gmail, einkareikningnum. Þannig að fyrir Sindra A-liðið þá er það Sindri A og svo deildin og flokkurinn U14A kvenna. Það er Sindri A, U14A kvenna. Gott að double checka. Við ítum á næst. Þá er afmælisdagurinn og við ætlum að segja að það sé 1. janúar árið 2000 og að kyn sé rather not say eða vil ekki gefa það upp. Og þetta er hérna í skjalinu sem allir fá. Það er afmælisdagurinn sem við ætlum að setja inn og kynið vil ekki gefa það upp. Við höldum áfram. Það kom einhver dæmi. Við ætlum að create your own Gmail address. Og það sem þið sláið hérna inn er undir dálknum netfang. Það er Sindri A 14A. Sindri A 14A @gmail.com. Þannig að við ítum á next hérna, passa að þetta sé rétt. Sindri A 14A. Og lykilorðið, passvörðið er blagdómari. Skrifum það 2 svar. Blagdómari. Þá þurfum við að setja inn símanúmerið okkar. Þannig að ég finn hérna Ísland. Og ég slæ inn símanúmer. Þið setjum náttúrulega bara inn ykkar símanúmer eða það sem hentar hérna. Það fáið sér staðfestingakóða í símanum. 69577. Þið fáið staðfestingakóða í síman, þannig að nú er ég að hingra, sjá hvort ég fái ekki örugglega sent til mín. Þar kemur inn 6 stafa kóði. Ég fékk 974343. Og þá er recovery address eða endurheimtar netfang og þar setja allir mótastjóri blí @gmail.com. Þannig að ef þið gleymið einhvern tímann lykilorðið þá get ég farið að skoða hvað það lykilorð var. Mótastjóri blí @gmail.com. Það er next. Review your account info. Þetta er bara allt flott. Og það síðast sem við þurfum að gera er að samþykkja skilmálana. Og við ættum að vera komin inn. Þannig að núna er ég búin að stofna hérna aðgang fyrir Sindra A. Þau þurfum við að gera fyrir restin af liðunum sínum. En þannig að nú þegar við erum komið með þetta netfang, þá þurfum við að stofna aðgang á League Manager.
og ég sendi ykkur þessa slóðin, það leaguemanager.io. Það einnig hægt að finna ef þið farið inn á bli.is og þar undir mótamál, yngri flokkar og mótakerfi yngri flokka. Þá tekur hann ykkur inn á League Manager. Við veljum íslensku og innskráning, hérna uppi í hægra horninu. Við ætlum að búa til nýjan aðgang, það hérna skráðu þig, vinstra megin á síðunni, skráðu þig. Þar setjum við inn þetta netfang sem við vorum að búa til, sem var sindria14a@gmail.com. Fullt nafn, það þá hérna League Manager notendanafn. Það er sama nafn og við notuðum á Gmail-aðganginn, Sindri A, U14A, KVK. Sindri A, U14A, KVK. Lykilorð, bara sama og á Gmailið, Blagdómari. Staðfestum, Blagdómari. Og nýskráning. Í Create a Workspace þá setjum við bara XXX og ítum á Create a Workspace, ég óvart hoppaði aðeins yfir það. Og svo aftur í Select a Championship setjum við bara XXX og Create a Tournament. Championship, XXX, Create. Þetta rauninni skiptir engu máli. Þið þurfum að það allt bara vera að búa til eitthvað mót en við ætlum að bjóða ykkur á mótið. Við bjóðum aðgangnum ykkar á mótið. Síðasta skrefi sem við þurfum svo að gera núna er að fara aftur inn á Gmailið. Það tekur oft kannski 1-2 mínútur að fara inn og verifæja e-mailið. Það er bara fyrsti pósturinn sem þið fáið á sem nýja Gmail aðgangi og þið ætlið að íta á verify e-mail. Og þá eru þið komin. Ég vona að þetta gangi vel hjá öllum. Og þið látið mig vita ef að ég lendi í vandræðum með einhverjum af þessum skrefum. Það er mjög mikilvægt að fylgja töflunni sem ég sendi á ykkur hvaða nafn og hvaða lykilorð þið ætlið að setja á hverju skrefi. Þannig að það verði einfalt að finna alla seinna. Gangi ykkur vel.